eitthvað frá Spáni og Norður Ameríku og lítið frá Suður Ameríku og það þó eitthvað. Það þó eitthvað. En við tökum sér dæmi, 660 milljónir manna sem hafa kaupmátt. Ef 1% kaupir vöru á mánuði, sem er jafnt á 6,6 milljónir, 60 milljónir evra, sinnum 160 íslenska krónur, eru 10 miljardar og 560 milljónir íslenskar á mánuði. Þannig að við erum að segja að við náum 1% af því sem okkur finnst raunhæft að fá vegna þess. Ef við talum 600 milljónir, þá erum við að tala um Facebook og MySpace 350 milljónir. Við erum með aðferð til þess að segja við fólk, það heitir getyourdonation.com, sækjuðum ykkar styrk, vinnið ykkur ykkar rétt til þess að fá styrk frá okkur. Það eru fleiri heldur en þeir sem hafa kaupmátt. Þannig að við erum að fara að tvöfalda þá tölu upp í 660 milljónir og við ætlum að fara upp í 913 milljónir á innan 4 ára. Notenda, ná sem sagt snertingu við þetta fólk. Við tölum sikkurt tungumáli við þjóðir, annars vegar stig í samfélaginu og kaupmátt. Og það er gert með nýrri tækni varðandi aðgengi og í rauninni sem að tæknin leyfir okkur í dag. Það er sett markaðssetningin. Þið vitið, ég ætla aðeins að fara yfir þetta, það eru 1,8 milljarður notenda, þannig að við erum að tala um 1/4 af því. Og það við erum ekki að vera að tala um unglinga eða börn, við erum ekki að tala um það sem hafa ekki fjárráð. Það er sérstakar aðferðir sagt við það er B-kort svokölluð og ég ætla ekki að fara út í þau mál, það eru svona mikla detaljur varðandi það. Og svo er sagt hverjir eru að nota internetið yfir heiminn. Það er Asía eru stæðstir, en Bandaríkin eru sterkastir. Þeir nota mest af því. Ósíania, Ástralía, ótrúlega mikið. Svo kemur Evrópa, þetta er sérst væntanlega kaupmáttur. Hverjir eru að stunda verslun á netinu? Hún er í stöðugum vexti. Allt í lagi. Samstarfsaðilar. Segið aðeins frá ferðalagi sem að þetta hefur, eins og ég segi, þetta er búið að taka 17 ár, fara örlítið yfir þetta, ég ætla að reyna að fara hratt í gegnum þetta. Hérna stendur Business Resource Guide. Þessi bæklingu var gefin út í Arizona, tekist ráðstefnu sem var þar og það er bankamaður sem ég hitti, sem er bróðir þessamanns, Lázaro Urrieta. Þau eru frá Venezuela og þeir eru ofsalega spenntir fyrir að geta komið með þessu til Suður Ameríku. Með okkar vilja og samvilja munu þeir styðja okkur að koma þessu til Hugo Chávez og með Hugo Chávez er átt að fara til stjórnvalda í Suður Ameríku. Bara svona til að drepa aðeins að því sem ég var að tala um varðandi að við höfum lítið afl í Suður Ameríku, það er fáir þar sem að vita af þessu. En við höfum mjög öfluga menn sem eru á bakvið okkur sem ætla að styðja okkur í þessu. Þetta er sem sagt Commerzbank. Þessi er president, bróðir hans er vice president. Yfir ekki sama banka. Arizona Bank, Bank One. Bróðir hans, Lirian Urrieta. Þeir eru sem sagt Venezuela ættaðir. Mjög skemmtilegt fólk og ofsalega heilbrigt og jarðbundið. Og hér er hann. En nú er ekki hljóð. Það er nú verið gaman að heyra í honum. Það er allt tengt, það er bara, gleymdist að hljóðprufa. Það er þess að Lirian er að segja mig frá hvernig bandaríski fótbolti gengur fyrir sig. Hann er að segja hvað þarf margar tilraunir til þess að koma boltanum eða rauninni ná markmiðinu 10 jardar. Bara svona þess að þýða sem við erum að tala um þetta. En það er rauninni allt í lagi. Þetta er mjög skemmtilegt. Í fyrsta skipti fannst mér bandarísku fótbolti skiljanlegur og skemmtilegur. Að þetta var svona spennan sem að fólki er svo ótt yfir, hann sér það. Ef þeir reyna í 4. skipti sem er síðasta tilraun, bara þýða þetta beint, að þá þarf hann að láta boltan það sem þeir missa hann eða þeir ná ekki 10 jördum. Þá fær hitt liðið boltan það sem hann er. Það sem ég venjulega gera á 4. tilraun, þá skjótaði boltanum fram á völlin, segir hann. Og þá skjótar hann fram á völlin til þess að hreyfa bæði sitt lið og þeirra lið og reyna að stoppa á það sem boltinn lendir. Og það er það sem hann var að segja þarna. Og þetta var Lirian og það var mjög gaman að hitta þetta fólk. Ég fór alla Ameríku, ég er ekki að sýna ykkur allar ferðirnar eða þetta ferðalag sem við höfum farið í gegnum. En þarna er eitt dæmi það sem við gerðum í undirbúningi og forvinnu. Það er að finna samstarfs- og söluaðila í framkvæmdina á verkinu. Og Dubai 2003, það hefur verið ári áður, minni mig. Og þetta var sem sagt
Þetta eru svona internetkallar sem eru sölumenn. Hann frá Jordaníu, þessi heitir Mammon, þessi heitir Gali og hann var í viðskiptu við félag frá Malasíu sem heitir Empire Dreams. Malasíska konungsfjölskyldan rak það félag og það eiginlega mjög svipað á það sem við erum með í dag, það sem við erum að tala um. Nema það var svo dýrt að reka hugbúnaðinn að þeir gátu ekki staðið undir því, að borga $1 milljón á mánuði. En við erum með alla þessa þjónustu og miklu betra en það, vegna þess að við erum með skoðanakönnunarkerfi og mörg markaðssetningatæki sem hafa aldrei sést áður inn í þessu kerfi. Og þarna er ég svona aðeins að ferðast þetta sem þegar við örugglega séð á Discovery Channel og þessa sandbreiður sem eru þar að vera að byggja allar þessa turna. Og þetta er ekki svipur á sjón í dag með það sem ég sá þarna fyrir nokkrum árum. Og já, þetta er sennilega bara stuttar klippur og við erum að svona skoða samfélagið. Þetta er meira vestrænt samfélag, ef þið rýnið í þetta, þið sjáu það, að það er meira hvítu fólki hérna heldur en dökku fólki. Þetta er svona, hvað segja, menntað fólk sem hefur komið sér vel fyrir í lífinu. Og þarna er Persi, maður frá Íran, rosalegur lipur sölumaður, henni ofsalega góðu náungi. Persar eru áreiðanlegasta fólk af þessu svæði, Mið-Asíu, sem við erum allan saman við það við Úlfar að þeir eru svona fólk sem eru svona að gera hluti af heilindum og þetta er komið svakalega óvart þessi menning og mjög gaman að kynnast þessu. Ég spurði þau út í þaula varðandi trúna og allt það. Þau eru mjög opin og líberal gagnvart öllu sem andstætt við það sem fjölmiðlar eru að tala um. Bara þegar ég bara segi eitthvað smá ferðasögu. En þetta var mjög, eins og segi, þetta var mjög viðburðulegt, skemmtilegt, það var lítið sofið, þetta var Ramadan tími, það er vökutími, að borða á nóttinni, kvöldin. Og eins og segi, ég var alveg ofboðslega þreyttur eftir þetta var slag gaman. Og þarna eru þeir að segja frá því sem þeir eru að kynna þarna og þetta fór út allan heim það sem þeir eru að kynna. Þetta er Egypti, hann heitir Mustafa líka, þeir heita það annað hver maður þarna. Og hann er mjög, hvað ég segja, hefur náð mjög miklum árangri í það sem við erum að kynna. Þeir vita hvað við erum að fara út í, þeir vita af þessu.